Áfengi er vökvi sem veldur vímuáhrifum ef hann er drukkinn. Við tölum áfengi þegar við erum með vökva sem inniheldur vínandamagn sem er yfir 2,25%, en það er svona viðmiðið á Íslandi. Virka efni í þessu heitir alkóhól og efnafræði heitið séu reyndar etanól. Áfengi hefur verið notað síðan í fornöld. Við í raun þegar bara til dæmis berjasaft gerjast, það er að segja hún fer aðeins að skemmast, þá verður til áfengi. Það eru gersveppir sem í raun byrja að borða sykurinn í þessu og þá verður til áfengi. Það gerist til dæmis þegar það er búið að búa til rauðvín eða hvítvín, þá verður að nota vínber og þau látin gerjast með gersveppum. Og það er til alls konar áfengi, en áfengi hefur ákveðin neikvæð áhrif á líkamann. Þetta veldur hættu á hjarta- og æðasjúkdómum. Þetta getur valdið þunglyndi og alls konar vandamálum. Sumir eru með áfengissýki, það er að segja eiga erfitt með að láta áfengi vera og eiga erfitt með að hætta þegar þeir byrja að drekka áfengi. Og það veit í raun enginn hvort viðkomandi er með áfengissýki eða ekki, og ég veit það í raun ekki fyrir að viðkomandi prófar. Þannig að eina leiðin til þess að vera 100% vissum að fá ekki áfengissýki eða alkohólisma eins og þetta nú stundum kallað, og síðan ekkert sérstaklega góð íslenska, að það er að láta áfengi algjörlega vera. Því að áfengissjúklingar hafa lýst því til dæmis við mig að bara í fyrsta skipti þegar þau prófuðu áfengi að þá vissu þau að þetta er eitthvað sem þau myndu lenda í vandræðum með. Svo eru aðrir sem geta drukkið áfengi alla ævi og eru aldrei í neinum vandræðum með það. Þetta veit enginn fyrirfram.